Já, komið sæl. Takk fyrir Kolbrún. Ég heiti Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og lektor í leikskólafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég að vinna með gögn og spurningakönnunum sem send var til leikskólastjóra, eins og Kolbrún kom inn á. En ég og samstarfskona mín, Svava Björg Mörk, sem aðjúnkt og doktorsnemi við sviðið, við erum að skoða hvaða áhrif samkomubanni hafði á leik barna og hlutverk kennara. Það svona helsti fókusin hjá okkur, en ég vil taka fram að fleiri koma að vinna úr spurningakönnuninni og skoða til dæmis áhrif samskipti við forráðamenn og börn af erlendum uppruna sérstaklega og upplifun stjórnenda. En við Svava, við söfnum líka gögnum með viðtölum í okkar rannsókn. Við tókum viðtöl við 16 einstaklinga, leikskólastjóra, deildarstjóra og nemendur á 1. og 5. ári sem störfuðu líka í leikskóla. Og niðurstöður viðtalina, þær styðja mjög vel við niðurstöður kannana, bara svona styrkja það sem gefur okkur skýrari mynd. En í spurningakönnunni þá var spurt hvort leikskólinn hafi verið opinn á meðan á takmörkunum á skólahaldinu stóð. Og 87% leikskóla voru opnir allan tíman, 12,5 lokaðir hlutatímans átt að vera, afsakið, en aðeins einn var lokaður allan tíman. Og 62% leikskóla voru starfræktir með skertu mannafla þessu tímabili. Og algengasta ástæðan fyrir því var að hluti starfsfólksins var í áhættuhópi, en einnig var eitthvað það að fólk treysti sér ekki eða var til starfa vegna áhættu eða var heima vegna veikinda. Spurt var líka hvort að starfsemi leikskólans hefði verið skert á þessu tímabili með fækkunum viðverudaga, styttingu viðverudaga eða eitthvað þess háttar. Og í 104 leikskólum þá var viðverudögum barnanna fækkað, 81 leikskóli stytti viðverutíma og þar var bæði viðverudögum fækkað og viðverutími styttur í 48 leikskólum. Það var einnig spurt það hvort að mæting barnanna hafi versnað eða batnað á meðan á takmörkunni stóð. Mikill meirihluti taldi mætinguna ekki hafa breyst, en þó voru 25% sem sögðu að mæting barnanna hefði versnað frekar mikið, 53% töldu mætingu af mætingu barna af erlendum uppruna hafa versnað frekar mikið eða mjög mikið. En það kannski áhugavert að skoða það nánar. Spurt var sérstaklega hópastærð og hvort það væru færri börn í hópunum á þessu tímabili eða jafnmörg og áður. Og í 138 leikskólum voru færri börn í hópin áður, en 17 stjórnendur sögðu að börnin var jafnmörg, en hvergi voru fleiri börn en áður. Og þegar spurt var út í áhrif fækkunar í barnahópnum, þá mátu 61% stjórnenda að fækkunin í hópnum hefði mikil eða frekar mikil áhrif á leik barnanna. Og af þeim töldu 33% fækkunar hafa mjög mikil áhrif á leik barnanna. Niðurstöðurnar sýna líka að 71% svarenda töldu fækkunin í barnahópnum hafa mjög mikil eða frekar mikil áhrif á hlutverk kennaranna. Þannig að það svona okkar áhersla í okkar rannsókn. Við ætlum að skoða þetta nánar. Og áhrifin á leik barnanna voru frekar jákvæð. Niðurstöðurnar sýna það bæði í viðtölum og í spurningakönnuninni. En þar kemur fram að börnin nutu sín betri leik. Leikurinn var dýpri, þau fengu betri tíma og rými til að þróa leikinn sinn. Og þátttakendur nefndu að andrúmsloftið hafi verið rólegra, það dró úr hávaða og áreiti sem leiddi til aukinnar vellíðunar hjá börnunum. En það voru þó einhver neikvæð áhrif vegna þess að sum börnin söknuðu vina sína sem voru í öðrum hóp en þau, mættu jafnvel á öðrum dögum. Þannig það var svona neikvæð áhrifin. Einn deildarstjóri, hann lýsti sinni upplifun þannig. Það ótrúlega magnað að fylgjast með börnunum hafa allt þetta pláss.
Þvílíkt svæði sem þau hafa núna til umræðu. Leikurinn blómstrar, krakkar sem eru yfirleitt ekki vön að leika sér saman að tengjast. Börn sem hafa haldið sér til hlés eru kannski alla jafna feimin og ekki mjög framfærin í barnahópnum. Þau eru farin að blómstra í þessum aðstæðum. Jafnvel taka stjórn í leiknum. Þau einhvern veginn nýta bara svæði til að þróa leikinn og eru bara alla deild óhindruð. En þá að áhrifum minni hópa, fækkunar í barnahópnum á hlutverk starfsfólksins. Stjórnendur upplifðu það einnig mjög jákvætt að áhrif þess var að starfið var yfirvegaðra og einfaldara. Starfsfólki upplifði að það væri auðveldara að sinna hverju og einu barni vegna þess að dagskipulagið var sveigjanlegra og gæðastundir jukust. Meiri tími var til að sinna faglegum störfum, til dæmis að gera skráningar á námi barnanna. Það var minna álag, starfsfólki upplifði það, sem leiddi að sjálfsögðu til aukinnar vellíðunar og það urðu minni veikindi á starfsfólki. Það var mjög áberandi, það kom fram hjá mjög mörgum. En það voru líka einhver neikvæð áhrif. Það var einmannleiki, bara líkt og hjá börnunum. Þau söknuðu samstarfsfélagana, það var minna samvinnu og samgang til dæmis á milli deilda. Og svo fór of mikil tími í að þrífa og sótthreinsa. En einn kennarinn, nemi, við spurðum út í það hvort að fólk teldi að þetta hefði áhrif á leikskólastarf til lengri tíma, þessar breytingar, og einn nemandi sagði þetta, hún starfar í leikskóla. Ég vona það, ég samt hrædd að það verði bara allir dauðfegnir og fara aftur í sama gírinn. Ég vona að þetta skapi meiri umræðu og þá kannski hægt og rólega hægjum við á öllu. Það þarf ekki að gera allt. Maður þarf ekki að vera í öllu þegar maður er 30 ára. Og í opnu spurningunum í könnuninni þá segir einn leikskólastjórinn, og við draugum þetta fram að því að okkur finnst þetta að draga niðurstöðurnar okkar svolítið saman. Hún segir, við gætum lært svo margt af þessum tíma. Þetta var mögnuð tilraun til að svo gæðastarf verða til við skrýtnar aðstæður. Ég fæ alveg gæsahúð þegar ég lesi þetta. Og þá til að velta fyrir okkur hvaða tækifæri og áskorunar þetta bendir til. Þessar niðurstöður sýna okkur að með því að draga úr stífu skipulagi í leikskólastarfi þá eru tækifæri til leiks meiri og þar með tækifæri til náms, af því að börn læra best í gegnum leikin eins og við vitum og margar rannsóknir sýna. En á bakvið leikskólastarf þá liggur ákveðin hugmyndafræði. Við erum oft tengt við norræna hefð í leikskólafræði, þar sem áhersla á lýðræðisleg gildi, barnið sem hæfan einstakling, námi gegnum leik þar sem þörfum og áhugasviði barnanna mætt. Og niðurstöðurnar benda einnig á að það er mikilvægt að huga rými sem börnin hafa, draga úr stífu skipulagi og leyfa börnum að njóta augnabliksins, vera í núinu. Því að eins og við sjáum á niðurstöðunum þá líður öllum betur þannig og þannig lærir maður best. Þetta snýst því gæði í starfinu og það hlýtur að vera markmið okkar. Takk kærlega fyrir áheyrnina og ég vona að niðurstöðurnar okkar Svövu hafi vakið áhuga okkar á því hvernig við megum ýta undir gæðastarfi í leikskólanum landsins. Og næst er það Ruth